Ok, þá bara setjum við fund og við byrjum á fyrsta mál á dagskrá sem er sundlaugin í Úlfarsárdal, Dalslaugin, hinn frábæra sundlaug sem ég er tíðu gestur í og, og Hrafn, fórstöðumaður sundlaugarna og Helga, fórstöðumaður Marviska sviðs, ætla að fara eitthvað aðeins yfir þetta með okkur og svo bara spyrjum við spurninga. Er það ekki? Eða vilja við spyrjum strax? Já, við vorum svo sem ekkert búin að undirbúa neitt sérstætt hérna. Við ætlum bara að taka við spurningum og svara bestu getu. Ok, takk fyrir að koma. Ég bara bið fundarmennum að gefa merki ef við erum með spurningar. Ég kannski byrja bara á hvernig hefur gengið, hverju fjöldi gesta, er það ganga vel, hvernig samspil laugarinnar og bókasafnsins, þetta er svona svolítið skemmtileg tilraun og kannski ef við getið farið aðeins yfir, við fengið tölvupóst vegna öryggismála, ef við getið aðeins svona farið yfir þessa þætti allavega fyrst. Já, fyrir okkur. Þetta hefur gengið bara stóra myndin bara ágætlega. Sjálfsagt hefur verið töluvert einhverja hnökra og þetta er svolítið nýtt konsept eins og segir að vera í samfloti með bókasafni og skóla og frístundaheimili og það hefur bara gengið ágætlega en það er náttúrulega alltaf nýju vinklar sem að við þekkjum ekki og við tökum bara á þeim í hvers skiptið og svoleiðis varðandi laugina sjálfa þá náttúrulega var hann opnuð hérna fyrir áramót og svoleiðis og svo komu náttúrulega ýmislegt í ljós sem hafði ekki verið klára almennilega og COVID er afsökun fyrir öllu í dag held ég. Þannig að við þurftum að loka hérna fyrir ekki svo löngu og gera ýmsar breytingar og bæði í lauginni sjálfri og svo í kjallaranum sjálfum. Það gekk þokkalega sú aðgerð, það er ekki allt búið ennþá, við erum ennþá að kljást við þennan indælis kaldabott okkar sem að vill alltaf vera aðeins og hlýr sko en það stendur allt til bóta. Það á semst að setja öflugri græju niðri sem á þá að ráða við þetta, þannig að ef við ráðum ekki við að vera undir 10 gráðum á veturna þá veit ég ekki alveg hvernig við eigum að tekla þetta í hitanum í júlí. Svo náttúrulega voru við líka aðeins að kljást við loftræstinguna í innulauginni. Hún var ekki alveg að funka eins og átt að gera. Og lýsingin inn í lauginni, hún var ekki eins og átt að vera. Þess vegna þurftu að fara í þessu lokanir og vera við þetta og svo eru þá blíðast í bekkjum á blautsvæðið fyrir fólk til að leggja eitthvað frá sér og svona, þannig að það eru ýmis atriði fínstillinga sem er eftir og svo náttúrulega líka bara með okkur mannskapin, sko, ég er með Grafarvogslaug líka og en hér er töluvert mikið af nýju fólki og það eru tækifæri í því en það eru líka áskoranir og við erum að stilla okkur saman og læra inn á hvert annað og læra inn á kunnan. Og þegar þú nefndir öryggi til dæmis að þá hef ég náttúrulega, það er það sem er númer 1, 2 og 3 hjá okkur í lögunum, það er öryggi. Við hræðumst ekkert meira heldur en alvarleg slys og það verra. Sú mantra hjá mér hefur náttúrulega, ég segi þetta ósjaldan við mitt lið og svo hefur kannski komið svona hin hliðin á því að sömu finnst fólk hér, starfsfólki, ég hef fengið kvartanir að það sé of ákaft í því að börn, eða fólk með börn að það sé að fylgjast með því og sé sömu laug og svoleiðis, þannig að sums staðar megum við aðeins slaka á en ekki mikið og það er svona atriði sem við erum bara að fínstilla ykkur og á allan kantana og bæði við kunnan okkar, við sjálf inn á við og svo náttúrulega inn í þessu glæsilega húsi í samstarfi við bókasafnið og fleiri. Og bara mjög heppinn að hafa Helgu hérna sem hefur svona yfirumsjón með allri eigninni og við erum held ég bara tiltölulega vel samstillt í þessu og reynum bara að finna lausnir
og þegar hluti kom upp. Ég sem sagt, bara til þess að kynna mig, að þá heiti ég Helga Friðriksdóttir. Ég hóf störf í lok nóvember og þetta er nýtt starf í Reykjavíkurborg. Þar sem ég þá reksturstjóri mannvirkisins og það var ákveðið að fara í þetta vegna þess að þetta er svona einstakt mannvirki með það að gera. Hér erum við þá samtengt einmitt allt frá leikskóla, skóla, frístundaheimili, félagsmiðstöð, bókasafn, sundlaug, menningarhús og svo þegar framhúsið opnað það vissulega samtengt okkur í gegnum neðri hæðina. Og þannig að mitt hlutverk er annars vegar þá að reyna að tryggja að við finnum öll samlega tækifæri í þessu mikla mannvirki og reynum auðvitað þá að þjónusta bæði auðvitað okkar viðskiptavini vel en á sama tíma gera þá auðvitað eins hagkvæmt og mögulegt er því að í stað fyrir að allar einingar séu bara huga að segjum þrifum eða eitthvað svona gæslu eða eitthvað svona í þeim dúr og þá er ég í raun og í því að sjá svona þennan daglega rekstur og draga saman sameiginlegar þarfir og reyna þá að sinna þeim svona miðlægt og veiti þar lendi á að veita þá öllum einingum ákveðna stoðþjónustu eins og ég segi hvað varðar svona sameiginlegar þarfir. Þannig þetta er náttúrulega allt í allt 80.000 fermetrar, þannig að þetta er auðvitað stórt og mikið og kostar sitt, þannig að það er bara að reyna að tryggja þetta eins og hagkvæmni en samt að sinna þá stoðþjónustu og vera í góðu tengslu líka við bara þarfir íbúa í hverfinu og svo framvegis. En þetta er nýtt starf, þannig við erum vissulega líka að þróa það og þróa það annars vegar innanhús og hins vegar með því að stíga inn í hverfi og heyra líka svona hvernig íbúar sjá þetta mannvirki og það þjónustu sem hér eigi að vera. En það er fullt af tækifærum líka út að við erum öll saman. Ég kannski bara, það er engin annar beðum, þannig ég bara gríp inn í hvernig er fjöldi gesta? Hvernig lítur Ég er svo ekki tekið neina tölu saman en þetta hefur svona verið rólegt til að byrja með en við finnum núna að sjáum bara að það er aukningin í sérstaklega í góðu verði og svoleiðis sem við náttúrulega lifum á í sundlaugunum og þá er góð mæting og en ég er ekki með neina tölur því miður, ég hef kannski getað tekið það saman. En við erum svona, við finnum það að það er ekkert margir sem vita á okkur sérstaklega fyrir utan hverfið og það náttúrulega ýmislegt eftir merkingar og svoleiðis sem á eftir að klára og þannig að hér eru alveg rólegi dagar virkir dagar í vondu veðri en svo þegar að sólin skín þá fyllist allt og á gaman. Kannski þá ég tengt þessu og það kom kannski aðeins inn á það en eins og með merkingar það er líka þetta svona kannski bílastæðamálin og að bæði sem sagt er ekki búið að opna allt bílastæði en þar segja það er ennþá framkvæmdir auðvitað við hvað myndi maður segja austurenda framhússins og við erum að vona það bílastæði sem er sjálfsagt 60-70 stæði opni núna bara fljótlega í maí því að allavega langa frömmur mikið að ná heimaleik í maí. Þannig vissulega mun það hjálpa þegar það opnar. Þetta er jú bílastæði fyrir þennan hluta, þessi eystri hluta mannvirkisins á meðan að svo aftur bílastæði hinum megin við Dagskóla. Og við höfum auðvitað fengið töluvert af kvörtun þar sem fólk er að furða sig á bílastæðaskorti. Þetta er flókið að því leyti að þetta er stefnumarkað mál. Þetta er BREEAM-vottað umhverfisvænt húsnæði og þá er lagt rosalega mikið upp úr aðgengi fyrir hjólandi, labbandi og þeir sem koma með almenningsvögnum til okkar. En það breytir því ekki, við vitum alveg að það er ákveðnar þarfir þarna úti samt eins og í eldra fólki, fjölskyldufólki og svo framvegis og fyrir utan að það er ekkert mál og býr kannski hinum með götuna eða svona 200-300-400 metra frá en það eru sumir sem búa í Grafarholti og þetta er líka þeirra miðstöð. Þannig að ég er svona ætla mér líka að kynna mér aðeins hvernig eru til þess almenningssamgöngur bara milli hverfanna til dæmis, þú veist, væri þetta að finna einhverju lausnir eins og vera með rafskuttlusvip og maður sér bara í hótelum, þú veist, þau eru að keyra ákveðin rúm. Þannig bara reyna þá að einhvern veginn
auka tíðni því að sé einhvern hægt að hoppa svona einhvern lítinn bara hverfisbúss sem myndi henda þér enga neyrindir því að örugglega eftir sem að tími líður og þannig viljum við ju hafa það sem fleiri nýtir sér þjónustunni hérna bæði sem afþreyingu, ég meina hér öll aðstæður til þess að vera mikla afþreyingu og menningarstarfsemi hvers konar en svo það bara líka sundið og bókasafni og svo framvegis. Þannig þetta þarf líka að fá að þróast en eins og sé það erfitt að sjá hvernig við getum bætt úr bílastæðamáli því að þau eru aldrei hönnuð hérna og þetta ekki bílastæðahús og eins og við vitum hvernig það bara íbúðarhús hinum með götuna þannig að það ekkert auðvelt að fjölga bílastæðum en maður veit samt ekki alveg út að nú líka verið pælinga með hálfa knattspyrnu eða hálft knattspyrnuhús þá austan megin við framhúsið hvort að þar þetta komið einhverjum stæðum en eins og ég segi þetta þarf aðeins að fá að þróast og við þurfum að leyfa öllum stæðum að opna og svo ætla ég líka að taka fram að þegar skólinn hann fyrir allir frí í byrjun júní og fram í ágúst og auðvitað verðum þá að passa sem dæmi þegar það eru framleikir, heimaleikir að reyna að stýra þeirri traffík þá inn á bílastæði Dalskóla vegna þess að þá myndi fólk bara labba í gegnum dalir og beint inn á leikvanginn því það verður göngustígar á milli vallana, semst æfingavallar og aðalvallar. Þannig að eins og segi, það þarf aðeins bara, við þurfum aðeins líka tímann til þess að vinna þetta með okkur og fá opnun á þetta stæði. En ég skil það vel að sérstaklega í vetur fengum mjög þungan febrúar og hluta mars að fólk var ansi bara oft gáttað á að það væri ekki gert ráð fyrir betri aðkomu bíla. Já. Þetta hef ég alltaf fengið stæði, sko. En Björn er búin að biðja orðið. Gjörðu svo vel. Það heyrist ekki. Það heyrist ekki. Halló, heyrist núna? Já. Ok, glæsilegt. Já, ég ætla bara að taka undir það hvað þetta er glæsileg bygging og ég er búin að vera að fara þarna töluvert og þetta bara verður ekki mikið betra en spurningin með þessi bílastæðamál, við erum búin að heyra mjög mikið það, mikið kvartað og við líst vel á þessa hugmynd, eins og varðandi svona samgöngur innan hverfis, af hverju væri ég myndi hafa eitthvað svona bara lítinn rafmagns minibuss, bara svona hugsa upp á sem væri svona keyra svolítið innan hverfis og væri svolítið ört, það geti verið svona, af hverju ekki þetta, kostnaði við þetta væri kannski ekki það mikið, miðað við værum að fara að smíða eitthvað fullt af bílastæðum. Miðað við það og svo náttúrulega eins og talaðu hann knatthúsið það náttúrulega eftir að hanna það allt og gera, maður hefur náttúrulega annað sem hefur verið gert en að gera bílastæðan undir, þetta er eitthvað svoleiðis. En ætti viðbót, hafið eitthvað heyrt að varðandi rennibrautinni, hvernig gengur útboð á því? Það er lítið að frétta. Ég var að tala við og það er semst verið vinn úr einhverjum gögnum niðri í borg, niðri í Borgartúni og ég bara spurði verkefnastjórann hér hvort að væri einhver tímasetning komin og hann sagði svo ekki vera en menn stefna samt á að klára þetta í sumar skilst mér en það ekki lofa neinu. Þannig að já, þannig að þetta eru svörin sem ég fæ. Þannig eitt er uppsteypan og svo er það náttúrulega að fá þá rennibrautina ofan á þar en ég held að væntingar það sé alltaf í fyrsta lagi með haustinu og í vetur það bara tekur þennan tíma annars vegar það þurfti bara svolítið tíma að fá aðeins til að vinna grunninn sem undir rennibrautina og svo aftur að finna rennibrautina því að það er og að sé að vinsælasta afsökuninni þá samt með COVID búin að valda alls konar töfum í bara eins og veitum í svona þessum byrgja leiðum og fá vörur og svo framvegis þannig að en ég held að væntingarnar séu í haust vetur en ekki í sumar því miður, ég held að það sé bara eiginlega óraunhæft. Það sé að vinna þetta í sumar. Já, nákvæmlega. Það er ein spurning viðbót, ég er að velta fyrir mér fyrir neðan, það er svona mikið einhver svona gámum sem eru svolítið að loka af gönguleiðir væntanlega til verktakarnir að nota. Eru með eitthvað tímasetning á því hvernig þetta mun aðeins vera þægilega að ganga svæði? Við erum aðalega að hugsa eins og vorhátíðin og þetta, hvernig við ætlum að raða svæðinu og svona. Akkurat, já, þarna auðvitað, ef þetta gengur eftir með að framarar sé að fara að spila heimaleik í kringum miðjan maí, það er semst væntingin að þá auðvitað þarf að klíra svæðið og þá þarf að opna til að spilastæði og að tryggja aðkoma fyrir þá sem eru að koma á leikinn sé í lagi og líka bara
sé ekki eitthvað svona öryggismál, sko. Þannig að ég myndi halda, þú veist, að það tengdist allt saman. En og ég sé til þess þegar þeir byrjar að taka af bílastæðinu og því ég svona verið að reyna að pressa á opnun á því og ég sá að það fyllt að gáma farnir þaðan út af því að þeir geta vendilega flutt eitthvað þessu yfir á þetta malarstæði sem semst austamegin þá við framhúsið þar sem getur orðið þetta knatthús í framtíðinni, þeir geta nota það svolítið sem athafnasvæði. En svo eru einhverju gámi, það bara aðtöða það sem eru við sundlaugina. Já, það sem eiginlega skólalóð við sundlaug, þar eru einhverju starfsmannagámar, það spurning að það bara að tjekka á, eru þeir allir í notkun? Ert þú svo að tala um gáma sem eru þá hvar nákvæmlega, Björn? Ég er eiginlega að hugsa einmitt þarna fyrir neðan sundlaugina þar, bara upp á að sé auðvelt að gangin frá Dalskóla og yfir þarna á torgi fyrir fram að fram, sko. Þetta er svolítið svona þröngt og maður þarf að labba fram hjá einhverju bygginga, þú veist, Já, sko, ég held að aðkoman, ég veit ekki, sko, ég þarf að kynna með aðkomuleiðir. Ég er ekki viss að verði endilega, sko, eins og ég vilji fullyrða að verði aðkoma þarna og geti farið þá, hvað segir maður, eins og sért að fara þá, þessi grindverki bara vesturendin á sundlaugin og labba meðfram þar svona eins og litlum slóða til þess að komast í áttina fram versus síðan aftur að labba í gegnum dalinn og síðan göngustíginn sem ætlaður milli æfingavallar og aðalvallar. En ég þarf eiginlega bara að fá arkitektin einhvern til að senda mér yfirlitsmynd af þessu gönguleiðum. En engar síður, ég skal senda póst og kanna með, þú veist, eru þessi gámar í notkun ef ekki, þú veist, ekki þetta koma þeim bara burtu á þetta svæði þarna, malarsvæði þarna austurmegin við framhúsi. Þannig ég skal fylgja því eftir. Besta mál. Þið komið dagsningu á Hverfisdag? Það uppstillingadagur. Vorum að reyna að fá fram til að vera svolítið svona með okkur í þessu en þeir voru svona voðalega óvissi sjálfur með tímasetningar upp á hvenær. Það eitthvað lokúttekt á húsinu og það þarf eitthvað svona öryggisúttekt að vera að taka við þessu og við ætlum bara að halda okkur við okkar dag og það liggur kannski að þessi opni á þeim verði kannski bara sama dag, bara með okkur. Þannig við erum bara að skoða þetta. Þetta bara allt í vinslu. Einmitt, það 19. maí? Það ekki 27. 27. Þannig við höfum aðeins tíma. Vonandi bara einmitt að klera þetta allt og þetta verður bara opið og glæsilegt í allar áttir. Já, það enginn annar hefur beðið orðið. Ég bara þakka þú kærlega fyrir nema eitthvað. Nei. Það bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma og gefa okkur smá innsýn. Ég bara hlakka til að fylgjast með. Þetta er frábær lög og frábær viðbót í hverfi. Takk fyrir okkur. Já, bara takk fyrir okkur og gaman að hitta ykkur. Og ég vil líka hvetja til ef það einhverja fyrirspurnir eða annað að þá má alltaf beina líka til mín. Sem sagt, ég ætla kannski líka að kynna mig betur. Ég á bara eftir að skoða það hvernig maður getur kannski komið sér betur á framfæri þannig að svona almenna fyrirspurnir eitthvað sem fólk getur beina til mannvirkisins. Það er alltaf að hringja í þjónustuverið en þú veist, ég Reykjavíkurborg en líka bara ekki hika við eins og þið íbúar og aðrir að hafa samband bara beint við mig sem sagt. Ef eitthvað sko. Við Björn hefur verið svolítið samskiptum þannig hann líka með kontaktupplýsingar mig ef eitthvað Það ekki vitlaust að setja inn í hverfagrúpurnar á Facebook sem svona búið til að ná til íbúa. Já. Það bara takk fyrir. Takk kærlega fyrir. Takk. Bless. Bye. Þá annar gestur á leiðinni. Hann reyndar ekki dottinn í hús, hann ætlaði að vera... Ef við það ekki bara hoppa yfir í næsta leið eða... Það spurning hvort þið viljið gera það og þá bregðust þið þá fljótt við kannski ef hann dettur inn. Já. Hann á að vera rétt og kominn. Ekki allir sáttir við það? Þá bara hoppum við yfir lið 2 og fyrir lið 3 sem bréf umhverfis- og skipulagssvið vegna bókunar okkar staðsetningu bensídelna sem bara, þetta var lagt fram á fundi skipulags- og samgönguráðs. Ég hef ekki fengið neitt frekar veður yfir því en við erum alltaf búin að bóka okkar ástöðu. Já, enginn sem vill hverja sem hljóð þetta.
þá bara fyrir við þá bara í næsta það ekki? Þetta segir nú voða lítið svo sem við buðum náttúrulega fram aðstoð okkar að þetta bara móttekið bara, þetta bara nánast. Ég held að þetta sé svona standard procedure, bara staðlega þeir séu búin að lesa þetta. Já, ég meina það allavega, við erum allavega búin að bóka þannig að við vita áður en næstu skref eru tekin að íbúar eru ekki hrifnir á þessari staðsetningu. Og hér einhver mættur. Það Ævar. Já, komið sæl. Þá förum við þá bara förum við aftur tilbaka í lið 2 sem verslun og þjónusta við Jarpstjörn, Skyggnisbraut, Rökkvatjörn og ég býð Ævar sem fulltrúi uppbyggingaðila sem stendur á þessum framkvæmdum, velkomin. Þú ætlaðir að kynna aðeins fyrir okkur þetta svæði. Já, ég ætlaði að gera það. Takk fyrir að bjóða mér að koma og ég ætlaði svona aðeins að sýna ykkur hvað það er sem við erum að byggja. Ég er algjör byrjandi í notkun WebEx, þannig að ég vonaði að sýna við þolinmæði. Kannski þetta muni takast. Ef ég deili skjánum mínum, skulum við sjá hvað gerist. Sjáu þið skjáin minn? Já. Já. Ok. Herðu. Þá gerum við svona, setjum á forsíður. Tókst þetta? Glæsilegt. Herðu. Jæja. Eins og framkoma þá ég forsvarsmaður félagsins Úlfarsár sem stendur að framkvæmdum á þessum reit sem heitir Rökkvatjörn 1. Og eins og þið náttúrulega þekkið þá þetta svona blönduð byggð. Þarna munu rísa íbúðir, verslanir og veitingastæðir, mögulega önnur þjónusturými. Þessi reit eru afmarkast af 4 götum, Skyggnisbrautir, suðurs, Gæfutjarnar til norðurs, svo Jarpstjörn til austurs og Rökkvatjörn til vesturs. Það eru fjölmörg húsnúmer þarna. Við settum þarna inn. Og á þessum reit þá rís einnig það sem á að heita Urðartorg sem teygja sig inn á milli húsana og þetta er torg sem verður unnið af Reykjavíkurborg og það er í hönnunarferli núna. Ég kynnti mér nú aðeins skipulagsskilmálana fyrir þetta torg og þar kemur fram að þetta verði gróðurmikið svæði sem gefur færi á uppákomum og lifandi mannlífi. Og þarna verður að huga vel að lýsingu, bekkjum og öðrum götugögnum. Og hönnun þessara bygginga hjá okkur tók þá með af því líka að þær teygðu sig þarna inn á torg og við svona reyndum að láta það flæða vel. Nú, þessi reitur á að vera svona athafna miðja Úlfarsárdals. Hann er staðsettur við svona 2 aðalsamgönguæðarnar, við Skyggnisbraut og Urðarbrunn. Þannig að flestir sem kom inn í hverfið munu keyra þarna framhjá. Þarna er einnig strætóleið. Þannig að þetta er svona eins og segir, í leiðinni fyrir flesta. Þarna erum við að reisa 58 íbúðir ásamt 5 atvinnurýmum sem startaði í 3 byggingum. Nú, ég veit að þið búið öll þegar í Úlfarsárdal og ekki að leita ykkur að íbúð en við dættum samt í að segja ykkur aðeins frá því að þetta eru sem sagt íbúðir sem eru af öllum stærðum og gerðum. Þær eru frá 50 fermetrum upp í 200 fermetra. Þannig að þetta verður svona mjög blandað og það eru bílastæði fyrir allar íbúðirnar í kjallara. Þannig að þau ekki þurfa að leggja í bakgarðinu hjá ykkur sem þennan fund sittir. En svo er það atvinnurýmin. Þau eru 1350 fermetrar og þar ber kannski hæst matvöruverslunina við Jarpstjörn. Hún er 775 fermetrar. Við Skyggnisbraut þar verða 3 þjónusturými á mismunandi stærðum frá 85 fermetrum upp í 160 fermetra og svo við Rökkvatjörn er húsnæði sem teygir sig þá inn á Urðartorg og þar verður veitingastæðir sem eru 160 fermetrar. Og nú er þegar byrjað að steypa hann upp og mér sýnist lofthæðin vera eitthvað svipað, 160 metrar. En þetta er yfirlitsmynd fyrir verkið. Og hérna við Jarpstjörn, sjáðu bendurinn á mig líka, að þetta er matvöruverslun.
hérna númer 24. Og ef þið þekkið til og hafið keyrt framhjá, þá þetta húsið sem lengst komið. Hérna aðeins byrjað að steypa upp húsið við Skyggnusbraut líka og styrst á vegu erum komnir hérna við Rökkvatjörn, þar sem eru bara komnir útveggir svona fyrstu útveggir. En þá það matvöruverslunni að þessi matvöruverslun hún flokkast sem meðalstór. Sá flokkur samkvæmt Samkeppniseftirlitinu, hann verslanir á bilinu 280 til 1000 fermetrar. Nú verslunin 775 fermetrar og því svona í stærra lagi innan þessara marka. Þannig að þetta ekki svokallaður kaupmaður á horninu, þetta stór verslun sem á að geta staðið undir allri verslunarþörf. Þetta ekki það sem að stundum kallað svona top-up verslun. Og eins og segja, hún í sama samkeppnisflokki og stærstu stórmarkaðir. Sama samkeppnisflokki og 2000 fermetra verslanir. Nú, við þessa verslun verða mjög mörg bílastæði. Alls 49. Hérna verða 23 við Gæfitjörn, sem hérna stæðin sem ég að sýna með bendlinum hérna fyrir aftan. Það eru 17 við Jarpstjörn sem gatan sem verslunin stendur við og svo eru 9 bílastæði til viðbótar upp á toppi bílastæðahússins. Það eru meðal annars fatlaðastæði, þeir eru þetta 2 sem eru þá mjög nálægt inngöngunum. Nú, skipulag matvöruverslunar eins og þið sjáið hérna til vinstri. Í versluninni 4,5 metra á loftæð, þannig að það svona ekki bara vítt til veggja, heldur hátt til lofts. Það eru hljóðæðingar undir loft og gólf, þannig að það ætti að vera þægilegt að ýta kerfinu á undan sér, það ætti ekki að glamra í henni. Í henni eru stóru gluggar og mikil birta og það sem hefur heppnast ágætlega í deiliskipulaginu það að það mjög þægilegt og gott aðgengi, ekki bara fyrir einkabílinn, sem þó vel gert við með 49 bílastæðum, heldur eru reiðhjólastandar þarna við innganginn, það strætóstoppistöð algjörlega rétt hjá og síðast en ekki síst að þá búðin mjög aðgengileg fyrir gangandi vegfarendur í hverfinu. Já, hún hún þarna einn á þéttasta kjarnanum. Nú, við hönnun verslunarinnar var tekið svolítið mið af verslun Bónus í Skipholti, sem að sumu leyti sambærileg bygging. Það matvöruverslun á jarðhæð og 4 íbúðahæðir fyrir ofan. Það verslun sem hefur heppnast afskaplega vel og hérna, rúmgóð og ef þið heimsækið hana sjáið að það svo sannarlega engin hornverslun. Nú, þessi verslun á öllu leyti sambærileg, nema hvað hún stærri. Hún svolítið stærri hjá okkur og það miklu fleiri bílastæði. Nú, þetta svona það sem ég hafði sem verslunina að segja, en hérna, svo eru það önnur verslunar og þjónusturými sem ég tæft á örlítið áðan. Þau eru í þessum 2 húsum sem þið sjáðu á myndinni. Vinstra megin Skyggnusbrautin og til hægri Rökkva og Gæfitjörn. Nú, verslun og þjónusta á Skyggnusbraut að það eru þessar mismunandi stærðir. Næst matvöruverslunin lítið rými, 85 fermetrar. Það stærsta rýmið í miðjunni, 160 og svo 100 fermetrar við Urðartorg. Og þessi rými eru beint á móti strætóstoppistöðinni og við höfum svo sem ekki farið út í neina markaðssetningu á þessum rýmum en höfum hugsað okkur að þetta geti hentað sem bakari, apótek, kaffihús, veitingastaðir, ísbúð eða eitthvað þvílíkt, eitthvað nærþjónusta. Nú við Rökkvatjörn að þar raun sérhannaðir veitingastaðir og hefur bara verið byggður upp með það fyrir augum. Hann 160 fermetrar með alveg óbúðslegri loftæð og teygir sig inn á torgið, Urðartorg. Þannig að hann ætti að getið af sig svolítið mannlíf þarna. Nú aftur ef þið skyldu vilja flytja, þá get ég sagt ykkur örlítið frá íbúðunum. Gamli maðurinn fylgir ekki með og ekki hundurinn heldur. En við Jarpstjörn, þar byggjum við 21 íbúð. Þetta fyrsti áfanginn hjá okkur. Íbúðin þarna eru frá 63 fermetrum upp í 157. Ég lofaði þessu mína löngu ermi þegar ég sagði á fyrstu glærunni að íbúðina væri frá 50 fermetrum. Það er vist ekki alveg svo. Þetta eru minnstu íbúðirnar. Það eru frá 2 upp í 5 herbergja. Sumar þeirra eru með stórum þaksvölum.
þessi áfangi verið tilbúin í svona undir lok árs og við horfum svolítið á desember í ár. Þetta er auðvitað húsið þar sem matvöruverslun verður og við höfum svo sem séð fyrir okkur að það verið mögulegt að afhenda hana leigutaka mögulega í haust núna og hægt að opna á sama tíma og íbúðirnar vera tilbúnar. Nú, Skyggnusbraut er öllu minna, það eru 16 íbúðir, það eru svolítið innslitari, það eru 3 og 4 herbergja íbúðir, 84 og 101 fermetra. Við sjáum fyrir okkur að þetta verið tilbúið það bil 3 mánuðum seinna, gæti verið í mars á næsta ári. Síðasta áfangin er Rökkva og Gæfutjörn, þar sem verður aftur 21 íbúð á þessu bili frá 71 upp í 132 fermetra og ef allt gengur að óskum þá verður þessi áfangi tilbúin það bil 3 mánuðum eftir áfanga númer 2 og við setjum þetta með dagsetninguna júní 2023. Þá ætlum við bara að kveðja hverfið. Hérna er tengill yfir á YouTube-myndband, þar sem þið getið séð þetta svona í samhengi. Það varst að fá að gera svona full screen. Þetta hérna er Gæfutjörn. Þarna er ekkert atvinnulími, þetta er það sem snýr í norður á reitnum. Þarna nálgumst við Jarpstjörnina. Það er óbúslega mikill hæðamunur á lóðinni, þannig að sá hluti sem að snýra á okkur hérna núna, hann er meðal annars athafnasvæði fyrir verslunina, það er á jarðfræðinni og svo er hugsun svo að vörur séu fluttar lyft upp í verslunina. Þarna förum við meðfram Jarpstjörn og þetta er verslun, hún nær alveg endan á milli í þessu húsi. Þú sjáum hvernig húsið stallast þarna, það er til þess að skyggja ekki á húsin næstu við fyrir aftan, norðarmegin við. Þarna komum við á Skyggnusbraut, þarna séum við strætó, fullt af fólki að taka strætó, þannig getið þið séð að þetta er tölvuteiknimynd. En hver veit, kannski einhver muni taka strætó. Við sjáum þessi 3 bil þarna, það eru 2 sem er gengið inn frá Skyggnusbrautinni. Núna förum við inn á Urðartorg. Þið sjáum að það er bara haft flatt, það er bara hönnun er ekki búin, þannig að við höfðum þetta bara svona, til þess að allt einfalt. Og þarna er svo veitingastæður sem teygir sig inn á torgið. Þessi rauði. Þannig að svona er það. Sjá, slökk á þessu. Það er nokkur aftur hérna. Og hérna er sagt frá því hverju standa verkinu. Það er fasteignaþróunarfélagið Úlfarsá, býðið aðeins. Lokum þessu svona. Fasteignaþróunarfélagið Úlfarsá og verktakafélagið Öxar. Þessi félög eru í sömu eigu. Það er í eigu minnar eigu og hans Vignis Halldórssonar sem var einn af eigendum Mótex. Það er Teiknistofan Tröð sem hannar útlit allar byggingana og VFSB verkfræðistofa sem sér alla verkfræði þætti. Þá lýkur þessari stuttu kynningu. En endilega ef þið hafið einhverjar spurningar. Já, takk kærlega fyrir. Ég get alveg flutt á þessu yfir, ég er í Grafarholtinu, þannig að það getur gert. Já, þú ert svo velkomin, Stefania. Takk fyrir. Herru, ég ætla að spyrja bara, og svo Björn búinn að biðja, er komin einhver áhugi á verslunarrýminu? Já, það er svona, við höfum nú farið svolítið lágt með þetta. Þannig að við höfum ekki auglýst þetta og við höfum ekki samband. Menn hafa svolítið samband við okkur að fyrrabræða þetta veitingastað. Sem að mun standa við Gæfutjörnina. Þannig að það hafa fjölmargir aðalega haft samband út á honum. En við erum búin að láta vita af okkur og í seinustu viku þá átti ég fyrsta fund með Krónunni. Þannig að við sjáum hvað setur, svo ég eftir að heyra í hinum verslunarreikundum. En það ætla að fyrir ágætlega af stað. Björn? Já, ég er að velta fyrir mér þú segir svo byrja að tala við Krónuna. Eru það að tala Krónuverslun sem færi frá neðar í hverfinu myndi flytjast upp eftir? Þetta náttúrulega, þá verslunin náttúrulega orðin raunin alltaf lítil til þess að geta að þjónusta allt hverfi, sko. Þetta er líka Grafarholtið. Þannig að þetta er svona ýmislegt sem þarf að huga að, en þetta lítur allt ágætlega út.
Og ég held að sé alveg lykilatriði að þarna muni koma einhver svona lágur verslun svo þetta svæði muni dafna og verði svona mikil aðsókn að koma þarna. Það er bara svona verið sýna það eins og Spöngin. Það er alveg gengur mjög vel þar og það er líka mikið af bílastæðum. Svo er önnur svæði sem lítið gengur og það er bara eins og Hlíðarendinn. Það er bara fæst varla neitt til að fara þangað. Þannig að þetta er eitthvað svona til. Þannig ég mæli með að þau fari bara að keyra á þetta strax og þau getur opnað þetta bara eins fljótt og hægt er. Já, takk fyrir það. Hvað var það fyrir áætlanir krónunnar ég geti svo sem ekki svarað. Ég ímynda mér að sjá fyrir sér að halda báðum verslununum opnum og þannig bara ná báðum hverfunum. Frekar heldur að horfa á það að einhver annar opni verslun þarna. Það var ákveðið hagræði líka upp á að flytja vörur. Já, það gæti verið. Þetta svolítið munur á þessu hverfi og Hlíðarendanum sem er óbúslega flott og skemmtilegt hverfi, en það sem er þar er að verslunarbilin eru mjög lítillar. Þeir eru ekki með neina svona stóra verslun eins og við erum, sem eru þetta svolítið forsenda þess að hægt sé að reka svona verslunargarð. Þess vegna mögulega ólíkt sumum sem hér sitja var ég afskaplega létt þegar ég sá að það ætti ekki að heimila á opnun matvöruverslunar á bílastæðinu hjá Bauhaus. Það er ljóst að það væri ekki hægt að búa til hverfiskjarna sem samanstæða veitingastöðum og bakaríum með matvöruverslunin væri 2,5 kílómetri í burtu. Þannig að þetta helst allt svolítið í hendur. Það að við séum með svona stóra einingu þýðir það að við getum skapað húsnæði fyrir góða lágvöruverslun og sú verslun að hún býr til forsendurnar fyrir annarri þjónustu, fyrir veitingastað, fyrir bakarí og fyrir mögulega apóteki og þjónusturýmum. Já, engin annar. Spurning, hvenær haldið opnið, eða hvenær opnið verslun? Við svona reynum að tímasetja þetta ekki of nákvæmlega til þess að lofa ekki illu bjarminn á okkur. En áætlanir gera ráð fyrir að fyrsti áfanginn sem er jafnþjóðin þar sem matvöruverslunin er, að hann verði tilbúinn fyrir áramót. Og við erum svo sem á áætlun núna. En við sjáum til, við spyrjum að leikslökum og það væri auðveldar fyrir að svara þessar spurningu í september. Ok. Já. Eyjólfur. Já, nú hef ég ekki komið þarna inn í verslunina Bónus í Skipholtinu. Þetta rými, myndi það vera svona sambærilegt og gamla krónuverslunin í Grafarholtinu? Að stærð. Rými sem við erum að byggja? Já. Ég þekki það ekki, ég get því mér ekki svarað. Ég get svarað því, ég fer oft í Skipholtið og líka í Krónuna. Þetta er svolítið minna, aðeins minna krónan myndi ég segja, svona tilfinningin. Þannig gæti verið uppröðinni gæti svolítið verið að spila þar inni, en svona aðeins það sé aðeins minna en þar sé að krónan sé aðeins stærri en Skipholtið. Já, einhver annar? Það var það bara hreinu. Já. Þið er bara að heimsækja og skoða. En Skipholtið er bara alveg ágætis verslun, sko. Hún er svona, jú, allt í lagi. Já, mér er það mjög fín, sko. Hún er þægileg, maður fljótur, það er fínt vörúrval, svona, ef ég á að segja. En einhver annar? Nei, þá bara þakka ég kærlega fyrir. Ég er spennt fyrir þessu, það lítur vel út. Gangi ykkur vel. Takk fyrir að bjóða bara að koma. Bless. Bless. Bye. Þá erum við komin í mál 4, ef ég til rétt. Deiluskipulag fyrir Reynisvatnsás. Það sem er... Ég ætla að mótmæla þessari breytingu, hafna þessu og setja inn bókun ef þess þarf.
Þetta alveg galið að koma með þetta á þessu tímapunkti þegar að hverfið nánast fullbúið eða bara að byrja að byggja öll hús. Þannig þetta mjög skrítið tímapunktur að koma með þetta. Og þetta svo rosalega opið að þetta bara opna fyrir það að hver sem við getum bara sett skorsteinn þarna og svo bara svona, hvenær þetta orðið stórt þetta? Svona, það vantar svona meiri skorður á þetta. Eins og almennt helst það að þegar menn eru með þessi svona rör sem koma, sem eru svona 30-40 cm, það svona almennt leyft að fara upp fyrir hámarkshæð, en einhverju steyptir skorsteinar, það ekki almennt regla í þessu Þannig að það verður aðeins að gera þetta svo skýrara. Og til dæmis þetta ætlar að byggja eitthvað meira en að hafa einhver svona steyptan skorstein sem kannski orðið meira en kannski 1,5-2 metra, þá verður það bara að fara í grenndarkynningu. Þetta mikið af svona flottum útsýnislóðum. Það mjög erfitt, svona skrítið að opna fyrir þetta núna þegar að búið að skipuleggja húsin með þetta svona kannski fyrir augum Þannig ég mótmæli þessu. Hún enn í kynningu. Heimild. Já. Næsta skref að ég ætla að kynna þetta svolítið fyrir íbúanum öllum í Reynisdalsásnum. þar sem að þeir náttúrulega ætlum að koma svolítið að ræða þetta og þá hlýtur að koma í ljós hérna hvað þeim finnst þetta. Þá sendum við síðan út mótmæli og svo næsta fundi þá getum við kannski tekum við svolítið bara stöðuna á hverfinu og þá getum við kannski tekið saman þeir sem tilbúin að setja inn sameiginlega einhverja bókun þetta mál. En ég veit að maður komið inn, ég var aðeins heyrt af það var kærumál í hverfinu sem kannski ástæðan fyrir því að borgin að reyna að trúðu sinn. Þetta svona mikið leiðindamál sem að borgin tapa hjá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Þetta svona ég hef ekki kynnt mér þetta alveg gríðarlega vel en svona ég kíkt á þetta svolítið eins og bara einhver aðili fær arkitekt til að byggja fyrir sig hús og hann fer með og lætur byggingafulltrúi samþykkir þetta og svo kemur í ljós að teikningarnar voru samþykktar sem voru ólöglega miðað við hæðina. Þetta voru leiðindamál og ef borgin ætlar að reyna að tróða sig gegn með að breyta þessu deiliskipulagi til þess að þetta sé afturvirkt, það svona finnst mér svolítið svona lélegt sérstaklega þeir eru búin að tapa ykkur í kærumáli í staðinn fyrir að reyna að finna lausn á þessu leiðindamáli. Já, það náttúrulega athugasemdir til 11. maí. Ykkar maífundirinn náttúrulega síðar en það. Þannig að þið þurftu þá að koma á framfæri ykkar skoðunum á þessum fundi eða afgreiða með öðrum hætti. Það að segja ef að ráðið vill áskilja sér rétt til að koma umsókn á framfæri fyrir tilskilinn frest. En svo getur náttúrulega fulltrúar lagt fram bókanir hér ef þið vilja, kjósa svo. Má ég bara spyrja, mér þetta segir svo lítið. Hvað felst í því breytingu felst að heimild sé gefin að skorsteinar og loftnet nái fyrir skilgreind hámarkshæð húsa. Má það bara vera endalaust eða eitthvað viðmið eða þekkir það? Það svona, eins og það vantar náttúrulega eins og meiri lýsingu að þeim. Það vantar, hvar mörkin, hvenær, Hér segir samt að skerða ekki hagsmuni nágranna hér. Já, það segir bara svo lítið, hvenær eins og þarna, tala loftnet, hvenær lítið að svoleiðis á þess að ekki vera að skerða eitthvað fyrir mig, ég fæ eitthvað risa kannski gerfnættadisk fyrir fram að mig, segjum dæmi, hvenær Það þurftur að skerða út fyrir þig. Já, einmitt, og þarna og það ekkert það einmitt spurningi svo núna með þennan stromp núna, að borgin ekkert að vinna í því, myndu þið þá eitthvað hjálpa með við þetta? Ja, hérna stendur líka hér stendur bara svo við lesum tillaga breytingunni, á húsum og svæðinu heimilt að gera skorsteina, loftnet og aðra byggingarhluti sem fara upp úr uppgefnum hámarkshæðum húsa. En þessi vandamálshönnunar sé ekki hægt, en þarf að þjóna vel sínu hlutverki og skerða ekki hagsmuni nágranna, breyta það hafa áhrif á götumitt né fela í sér stækkun hús á nokkurn hátt. Þannig ég ætla að setja inn bókun þá núna, hvernig sem að hún verður.
Íbúasamtök Úlfarsdal hafnar tillögu að breytingu á skilmálum deiliskipulagsins Reynisvaðsás íbúa hverju deiliskipulag. Þessi breytingalýsing að leyfa skorstein og loftnet upp fyrir tilgreinda hámarkshæð of opin. Þannig verður opnað fyrir að stóri steyptir skorsteinar og gervihnattardiskar geta skipt á útsýni og flottum útsýnislóðum, hefðbundið loftnet og til dæmis 30–40 cm þykkt reykröð myndi teljast innan marka og eitthvað stærra þyrfti að fara í grenndarkynningu. Það engin ástæða til að breyta þessu því hverfið nánast fullbyggt. Endilega sendi mér bara þessa bókun í pósti. Ég vil ykkur taka undir þetta. Ég vil fá að lesa hvað sem... Ok, ég skal senda ykkur hérna á. Þetta var að koma inn á spjalli. Þetta lítur svolítið út eins og að borgin væri að reyna, eða stjórnsýslan svolítið einhvern veginn, maður missir svolítið trú á þessu, þeir ætla að reyna að redda sér út úr þessu svona. Ef þið munið eftir hana í Grafavoginu var ekki eitthvað garðhýsi sem var tekið niður tvisasinnum og fór tvisasinnum fyrir Hæstarétt, eða allan fyrir Hæstarétt og enda með því að borgin þurfti að borga einhverja bætur. Þannig ég skil ekki okkur reyna þá ekki fyrir þessa, þess að ég líti á þetta sem þessi 2 fórnarlömb að reyna að sætta þetta mál og einhvern veginn að finna lausn á þessu, þar sem að ég líti á að arkitektinn og byggingafulltrúi hefði nú svona átt að sjá þetta svolítið fyrir. Má ég spyrja, hvernig eru þessi skipulög í öðrum hverfum þar sem verið að byggja? Vitum við það? Verið að setja einhverja svonar? Ég held að það sé bara eins og svona, allavega ég talaði einmitt við byggingafræðing þetta mál núna fyrir fundin og hans talar einmitt að það tala þessi strompar eða reykrör sem svona mjög algengt í dag, að það svona almennt hort fram af því að það getur verið upp fyrir hámarkshæð, en svona steyptir strompar, svona út að fara að gera eitthvað svona stærri byggingu, svona nánast eins og turnónu sem húsum, að það þurfa eiginlega að fara í grenndarkynningu og allavega þetta sem ég heyrði frá einum byggingafræðingi, en ég veit ekki meir. Nei. Og mér er samt mjög skrítið að sé að gera eitthvað svona eftir á, þetta sé afturvirkt sko. Það er helst það sem er mjög skrítið, allavega mér einhvern ég les í gegnum þetta. Ég get allavega ekki að svo stöðu verið sammála þessari bókun. Forsendunar finnst mér vera, það var bara tekið hámarkshæð bygginga eins og hvað þetta séu mistök, ég veit ekki, en mér finnst allavega... En ég er náttúrulega ekki að tala þetta tiltekna kærumál, nú er ég bara að tala bara hvað gerist í framtíðinni fyrir hverfið, sko. Þurfu ekki að hafa einhverja reglur þetta. Það er bara eitthvað algjörlega út fyrir þessa bókun, sko. Ég held bara hvernig verður framtíðin og þurfu ekki að hafa einhverja, viljum við hafa þetta svona opið, eins og þessi tillaga kemur. Ég er ekkert á móti að sé sett ykkur breyting og hún verður þá að vera aðeins skýrari og með betri lýsingu. Ég skil. Mér finnst þessi breytingatillaga sem tillaga mér persónulega finnst hún ekki eins opin og það hljómar. Ég held að það breyta ekki eða hafa áhrif á götumynd eða felist í stækkun segir það að þetta sé ekki íburðarmikil stórvægilega breytingar sem hafa áhrif á umhverfið. Þannig að ég allavega fyrir mitt leyti en aðrir fundargestir eða fundarmenn, nefndarmenn endilega með láta í ljós hvað ástöðu þau taka.
Þetta leiðindamál þarna, var það í Reynistadalsásnum eða var það í ykkur Já, öðru hverfi? þetta í Reynistadalsásnum, sko, þetta mál, sko, ég er nú ekkert sökt mér eitthvað mikið onni, þetta nú bara hús eitthvað tveir nágrannir minna en stutt frá mig, sko, ég maður heyrt aðeins og svo rak ég augun í þessa úrskurð þarna hjá úrskurðarnefndinni og þetta er bara leiðindamál og bara frekar sleppt að eins og borgin hafi ekki einhvern veginn reynað að sætta þessa aðila og reyna bara einhvern veginn að hlýtur að þetta finnast einhver svona málamiðlun í þessu máli. En mér er svolítið líkt að þessi deiliskipulagsbreyting sem kemur inn á þessum tímapunkti, eins og sé verið svona að reyna einhvern veginn að tróða hlutum inn. Þetta er minni svolítið á máli þarna í Grafarvoginum með garðhýsið sem þurfti að taka niður 2 svar. Já, var það ekki líka í Garðabænum, einhvers Já, þetta væri ekki að leysa þetta mál áður en þetta fer út í eitthvað svona vitleysu, þetta er bara, þau er bara fórnarlömb einhverju svona stjórnsýslu. Heimir. Svo er það nú oft þannig að svona skorstenar eru kannski bara hannaðir og lágir, þannig að það er bara kannski verið að reyna að redda þessu eftir á til þess að virki skorsteinsins. Þá þurfa að vera herfitt til þess að trekki í gegn. Jú, það er náttúrulega aðrar reglur sem gildi það. Þess vegna er þetta komnir með þessi rör, sko, annars er þetta farið að orðið bara eins og turn og á húsum. Já. Þú leggur fram, Björn, þessa tillögu og er ekki rétt skilið hjá mér að við berum hana bara upp? Heimir. Ég verið að leggja þetta fram sem bókun. Nefndarmaður er að leggja það fram sem bókun. Yes, þá bara hún þar til bókar. Nei, er ekki kosið slíkt eða hann bóka bara Ég styð þetta líka, styð Björn. Það geta fleiri tekið undir bókunna eða kjósa svo. Ég alveg verið með, allavega. Ég kýs að vera ekki með og hvernig, þetta er íbúasamtökin, þetta er ekki íbúasamtökin er að leggja hér fram bókun. Þá er þetta bara fulltrúi íbúasamtaka og Valgerður fyrir, ég sé ekki, kom í tjattinu og kom ekki til mín. Valgerður. Já, það getur bara að taka undir þetta með byrni, mér finnst það rosalega loðið og óskýrt. Ég er frekar ferköntuð sérstaklega þegar kemur á svona og sérstaklega út öllum kærumálum sem er hjá borginni þá bara vanda rosalega mikið allt skipulagsferli. Ég held einhvern veginn að þessi breyting sé ekki til þess fallin að auðvelda ferlið og mynda þá bara sátt í framtíðinni. Mér finnst það bara svona, þetta er eitthvað svona putt upp í loft eitthvað, hvernig hlutinir eiga að vera. Mér finnst þetta þurfa að vera algjörlega nákvæmt þegar vera að breyta svona. Þannig að ég ætla að taka undir þetta og vera með byrni þess vegna. Ég hef viljað fá þetta miklu nákvæmara. Þá telst til að 3 af 5, nei, jú, með 3 af 6 hafa... Ég skal vera með líka. Þá er meiri hluti fyrir því. Þá er þetta bara að bóka. Bara svo það sé algjörlega kýrskýrt, þá er þetta lagt fram sem bókun. Ef að það stendur til að leggja þetta fram sem tillögu að umsögn ráðsins, þá getur þetta líka verið það ef við kjósið svo. Þetta er lagt fram sem bókun, það ekki, yes. Og það fer til... Þá er þetta sendt á skipulagið. Já, ok. Þannig að það er fulltrúi íbúasamtaka, fulltrúi Sjálfstæðisflokks, Slembivalinn fulltrúi og fulltrúi foreldrafélaga sem standa þessari bókun. Er ekki hægt að segja bara meirihluti, eða hvað? Svona er þetta gert. Er það ekki, nei, ég veit ekki hvernig... Já. En þá er það fært til bókar. Ok, flott. Þá er það næstilegur. Hreinsun gatna og gönguleið í borgarhlutanum og það er Heimir sem ætlar að kenna. Yes.
mér er falið að veita ykkur upplýsingar þetta og á heimasíðunni reykjavík.is/hreinsun má finna upplýsingar hvernig er staðið að þessu. Svona í fyrsta lagi þá verða send út SMS-skilaboð með dagsetningu hreinsunar þegar farið inn í húsagötur og það er sópaðar og þegnar og íbúar beðnir að koma bílum svona á viðeigandi staði. Hérna eru verkáætlun sem sagt vorhreinsunar, hvernig er staðið að þessu. Sjáið þið eru hér og ykkur til upplýsinga þá mér tjáð að þessi röð hún rúllar bara eftir árum þannig að það sé sem sagt jafnvægi í því. Ef einhver er aftarlega eitt árið það ætti að vera framar næsta árið. Þannig að þessar upplýsingar eru hér. Svo við sjáum. Og það er þegar hafið að hreinsa helstu göngu og hjólastíga og það er byrjað sem sagt á stoppbrautum og tengibrautum. Og það er hægt að fylgjast með framvindu hreinsunar í Borgarafjarðarsjónni. Þetta er bara sama röð og snjómokstur í rauninni. Já, svona í einföldu máli. Já. Okay. Eitthvað sem er eitthvað leita frekar upplýsingar hér. En þetta er svona það sem ég hef að segja um þetta mál. Okay. Eitthvað sem vil segja sér ljós þetta? Við bara fögnum þessu. Maður sér alveg mun á sumgötum, ekki. Þetta er svona, maður sér að það er eitthvað skipulag í þessu. Herðu, þá er það næsta mál, sem er Borgin okkar 2022, sem er eiginlega umsóknarfrestur liðinn, þannig að er það ekki með? Jú, ég get svo sem örlítið fylgt upp í þessa mynd. Þessi tillaga var samþykkt í borgarráði núna fyrir, það hefði ekki verið 5. 7. apríl, ef mig minnir rétt. Og í kjölfarið þá fórum við af stað. Þetta sem snýr að því að Borgin okkar 2022 er endurtekin. Þetta er endurtekið efnið frá 20 og 21. Það sem eru settar 30 milljónir í umsóknarpott vegna viðburða í Hverfunum í sumar. Og sérstaklega talað tækifæri fyrir grasrótina í Hverfunum til að standa til dæmis 17. júní í hátíðahöldum. Þannig að og með hliðsjón af því og hliðsjón af kosningum þá hefðum við mjög þröngan tímaramma til að koma að þessu auglýsa umsóknir og svo fyrir íbúðaráðana að afgreiða þær. Þannig að umsóknarfresti hafa lokað fyrir umsóknir í gær og nú er verið að vinna úr umsóknum og íbúðaráðan munu svo afgreiða þær á sínum fundum í maí. Það er bara á næsta fundi þar sem við þetta fyrir. Yes. Flugvél einhvers staðar, heyri ég. Nei, þetta er mér. Heyrðu, þá er það málefni hverfisins. Einhver. Nei. Þá bara
lokum við opið í dagskrá þessa fundar. Yes, þá slekki ég á streymi hér. Já.